Golfklúbbur Akureyrar, Íþróttafélagið Þór og Knattspyrnufélag Akureyrar voru að undirrita samstarfssamning sín á milli. Hvað felur þetta samstarf í sér? Já, þetta felur það í sér að við hjá Golfklúbb Akureyrar tökum að okkur viðhald knattspyrnu og alla félagana, bæði Þórs og Káa, og munum þá sjá bara alfarið það að vellinir séu flottir og góðir næsta árin með okkar tækjum og tólum. Hvað þýðir þetta fyrir ykkur? Þurfið þið að bæta við mannskap eða tækjakost? Já, þetta eins og fyrir sumarið þá munum við bæta við mannskap og vera með þetta verður bara fullt starf hjá einum starfsmanni Golfklúbbs Akureyrar. Þannig að það sem við viljum gera þetta almennilega. Og svo munum við þá vonandi fara í meiri fjárfestingar þá eftir ári liðnu til þess að bæta tækjakost og geta þá viðhaldið okkar völlum, þá Þórs, Káa og GA betur. Og þetta stuðlar að bara betri nýting á tækjum og vonandi auknum tækjakosti. Þannig að þetta hjálpar öllum. En golfvellir og fótboltavellir, eru þetta sambærilegir vellir? Er ekki allt annað gras á golfvellum heldur en fótboltavellum? Það er kannski ekki allt annað gras, en það eins og á golfvöllum það flatina sem skipta mestu máli og þar erum við með í flestum tilvikum öðruvísi grasheldur en á fótboltavöllunum. En þetta samt allt svona sama, sletta svona filosófían á bakvið þetta. Og við viljum hafa slett og fallegt yfirborð á golfvöllum og fótboltavöllum. Og við golfarar höfum sótt nám erlendis, ég held að sé 40-50 golfvallafræðingar á Íslandi í dag. Og fótboltinn hefur verið svona svolítið á eftir í því. En núna var fyrsti menntaði fótboltafræðingurinn að vonandi hefja störf hjá Breiðablik. Þannig að fótboltinn hefur hingað til mikið sótt í golfvellina. Og ég kem núna hingað í haust og var hjá Golfklúbbi Reykjavíkur, þar sem við höfum síðan fótboltavelli Reykjavíkurborgar síðan 1999 með góðum árangri. Og þetta bara svona þróunin, því að þekkingin og tækin og tólin eru á golfvellunum og þá bara kjörið eins og hér fyrir okkar bæjarfélag hér að samnýta þetta og fá þá bara betri velli, fótboltavelli og golfvelli. Hvaða þýðingu mun þetta samstarf hafa fyrir ykkur? Já, þarna fáum við fagmann sem lærður í því að sjá velli. Hann sér þá náttúrulega alfarið vellina upp í golfklúbbi og hann hefur mikla reynslu af þessum efnum. Og ég held að sé alveg ómetanlegt fyrir okkur að fá ekki bara þau tæki sem að golfklúbburinn með, heldur mann sem hefur þetta mikla reynslu í að passa upp á það að vellir séu góðir og nái því sem að hægt að ná út úr völlunum. Hefur þessi kostnaðarliður verið hár hjá okkur, sem sagt umhirða vallana? Já, það verulega há upphæð og þó ég geti nú ekki alveg farið með upp á krónu, en ég veit það að svella árið fyrir 2 árum, þá urðum við af með 1,8 milljón þórsarar. Það fór ég að vinna á svellinu. Og þannig að þetta eru stórar tölur. Við erum að tala milljónaraðir í umhirðu valla. Já. Golfklúbburinn ræður nú kannski ekki tíðafarinu, en teljið að þetta samstarf muni spara ykkur einhverja peninga? Já, það hlýtur að spara peninga. Við erum að hljóta að verða hagkvæmari innkaup fyrir vikið. Það klárlega betri nýting á tækjum og tólum. Þannig að mér finnst alla forsendur vera þannig að það eigi allir að geta hagnast af þessu samningi. Og það auðvitað tilgangurinn, pluss það að við erum auðvitað öll á fjárlögum raunar frá Akureyrarbæ. Og við viljum bara sýna fram á það að við séum fara vel með fjármagn. Já, ég tek undir þetta. Okkur ber auðvitað að nýta þá peninga vel sem við fáum frá bænum og eins og Árný segir að þetta mun þegar upp í staðið, þá mun þetta verða miklu hagkvæmara fyrir okkur, fyrir utan það að þeir eru náttúrulega með þau bestu tól og tæki upp í golfklúbbi sem hægt að fá og þá þurfum við ekki annars vegar Káa og hins vegar Þór að vera endurnýja tæki og annað slíkt, heldur þetta tæki sem þá notuð fyrir alla vellina.